Þorsteinn S. Steingrímsson var fyrsti Þróttarinn til að verða Íslandsmeistari í sinni grein, skautalaupi, árið 1955. Þorsteinn, sem hóf ungur að leika knattspyrnu með félaginu, var í fremstu röð í skautahlaupi á Íslandi á árunum 1951 til 1955, en skautalaup naut mikilla vinsælda á þessum árum. Þorsteinn ólst upp á Fálkagötunni og hafði kynnst í æsku Dóra fisksala, annars aðalstofnanda Þróttar, og konu hans, Jósefínu frá Nauthól. Jósefína, Já, og þau voru voðalega góð við mig. ég var alltaf skítræddur við Jósefínu. Ég veit það. En hún hélt upp á mig. Strákar með einhverjum fóru að atast í mér og rekja mig. Þá kom hún út. Já. Láta henni í friði og síðan hann þorði enginn að berja mig. Þorsteinn flutti síðar í Fossvoginn. Einn dag varð á vegi hans stóri fisksali sem fór víð Reykjavík til að selja fisk. Ég held að þetta sé mest Dóru, að Dóru eigi allan heiðurinn að því að stofna Þrótt. Þegar ég var að tala við hann í Fossvoginu, þá var hann var svo fullur eldmóði og hann ætlaði ekki að sleppa mér. Og hann var að veiða menn úr Já, öðrum hverfum. já, En þú varst ekki í öðru félagi þegar hann tók þig. nei. Ég ætlaði að fara í val, af því að það var næsta. En ég fór svo á... En var þetta ekki svolítið fyrirtæki fyrir það að komast úr Jú, Fossvoginn? það var mikið. Hvernig hjólaður eða? Ég labbaði mest. Fór í strætó það sem var hægt Já. og labbaði svo. Áhuginn var mikill. Hann hefur sannfært þig Já. og þú erum vonandi ekki séð eftir því. Nei. Og svo tók ég með mér félaga mér úr Moldarvallarslægnum sem ég vissi væri mjög góðir, eins og Hilmar Björnsson. Hann var lítill, en ég held að tærnar á hann hafi verið svona langar því hann trækti alltaf boltan af manni sem var að fara í gegn. Já. Hann átti bestu knattspyrnuskóla. Hann átti skoska skó sem voru níðsterkir og þeir voru svona upp á táin. Táin voru svona upp. Það var svo gott að krækja með henn. En eins og fyrir ykkur þá náttúrulega voru ekkert knattspyrnuskór í boði endilega. Nei, það var seldi ekkert félag, engin búðsandi knattspyrnuskó og ekkert knattspyrnufélag fyrst eða innvirst fyrst vera. En þessi skór sem hann átti hefur hann þá fengið með... Hann fengið það frá Skotlandi. En ég keypti með skó og Eiðun, þeir auðlistaði mikið fínir knattspyrnuskór. Þeir voru með leðurtökkum sem sko eftir 2-3 hlaup þá voru þeir fallnir og svo bara rifnuðu þeir af. Var það íslensk smíði? Já. En fannst þetta svona að skipta máli fyrir fólkið á Grímsstaðaholtinu og Skerjafirðinum að hafa svona félag eins og Þrótt? Já, það heyrðist mér á öllu. Það var vel stutt við þá. Það er stundum heyrt að það hefur stundum verið svolítið róstursamt á milli hverfanna. Já, það var grjótslagur á milli Skerjafjarðar og Holtsins. Það var bara grjótkast. Lagaðist það með Þrótti? Ég held það. Þannig að kannski tilgangur með stofnun Þrótta var svona að sameina. Já. Þorsteinn gekk fyrst til liðs við 3. flokk félagsins. Svipað leyti náði 4. flokkur Þróttar að vinna fyrsta mótsigur í sögu félagsins. Það var mjög gaman að því. Fannst þér það svona lyfta félaginu svolítið upp að ná þessu? Já. Það gaf félaginu nafn. Þá tekið eftir því. Þarna væri upprennandi knattspyrnumenn. Hvenær byrjuði þið að stunda skautahlaup svona sem keppnismenn? Það var þegar skautafélagið var endurvakið þarna einhvern tímann. Ég var lengi á spítala og var upp á Sólvangins þá var til. Hann hætti núna Rauða krossinum með hann. Og mér var sagt að ég mætti aldrei fara út. Þá myndi ég steindrepast. Svo ég hugsaði mér, ég vil held að ég úti heldur en að veslast upp hér.
Svo ég fór gamla skautanum við fór niður á Tjörn. Og var á skautanum alla daga með að frostfara. Já. Og það bjargaði mér. En var Þróttur með skautadeild eða stofnuðu þið? Við starfstóttum hana. Já. Þið þessi sem að þú varst að nefna? Já, og Dóri. Og Dóri, já. En við stofnuðum sko, þegar að þeir sáu hvað við vorum góður að skauta, þessi fjórir, Já. þá var stofnuð skautadeild í Þrótti. Já. Og þú varst Íslandsmeistari. Já, Reykjavíkurmeistari, meðan ég var. Ég óspekulaði í því hefði ég haft strax langa hlaupara og ekki verið í þykkum vaðmálsbuxum og stóru ruggra peysu, þá ætti maður svolítið betra. Því þeir hlaupa í dag í latex inni á skautum sem er með opinn í hælinn, bara 3 sekúndum betur en ég. Engin vindur, engin mótstaða. Nei, ekkert. Þorsteinn var meðal frumkvöðla í skautahlaupi á Þrótti, en auk hans átti Þróttur aðra afreksmenn, þá Sigurjón Sigurðsson, Björn Árnason og Jón Einarsson. Það minnir mig á fyrstu skautana sem ég fékk. Það voru keyptir handa mér hlaupaskauta, þeir voru nokkuð langir, það var ekki það. Fyrstu hvernig ég fór á það, þá rifnaði allt yfirlöðrið af því það var svo grautfúið. Svo ég gat aldrei notað það meir. Ég keypti það á nýja? Nei, pabbi keypti á okkur Foldsölu held ég. Það hefur ennþá erfiðara að finna góða skautaskó með að við að fá knattspyrnuskó. Já. Ég man ekki hvernig ég auðlaðist þá skó sem ég keypti mest á skauta. Þá voru amerískir innanhúslauparar. Þeir eru mikið styttri heldur en þessar norsku og sérstaklega aftur, þeir voru bara svona stutt aftur þegar þeir norsku voru með svona langt aftur. Já. Og það munaði mikið að ég þurfti að taka 3 skref en þau tóku bara 1. Ef ég fengi eðliskauta strax, þá hefði Kristján Árnason aldrei unnið. Fyrsta skautarheppi sem tók þátt í. Það var Einar Eyfels. Einar átti hokkískauta, en hinn átti gamla hlaupaskauta. Og þeir voru númer 1 og 2. En ég var með eldgamla, ég muni eftir skrúi. Já. Já, ég var með svona skauta. Hljóp, var í 3. sæti. Og þeir voru þá bara skrúaðir á aðra skó, eða ekki? Jú, bara venjulega klossa. Já. Maður átti að vera með 1 eða 2 lykla í vasanum. Já, það er gaman að sýna keppnismönnum þetta núna. Já. Ég átti lengi vel eina, ég veit ekki hver er lengur. Kom hérna Reidar Líklev, heimsmeistari, að kenna okkur. Já. Og þegar hann sá hvernig skautum ég var á, þá hló hann að mér náttúrulega. Og þegar hann sá Tjörnina þá sagði hann, fór engan normann til að fara á skautum út á þetta svell. Það var bæði reykugt og sprungið. Já. En þarna fóru fram mót. Í landsmót, já, allt mót. Það var ekkert annað í boði það? Nei. Svo var næst af sem var í boði var íþróttavöllurinn, Vélavöllum. Já, hann varð að svelli á veturnar. Já, þeir sprautuðu yfir. Það var þá slökkviliðið sem gerði það? Já. Slökkviliðið sprautaði alltaf Tjörnina líka. Já. En ég fékk þá, þegar Líklev sá mig þá út að hann mér eðlilega hlaupaskauta. Þá hafði enginn við mér. Nei. Eitt skipti í landsmóti, þá var ég keppið 500 metra skautahlaupi og þá hendi einhver eldspýtu inn á brautina. Og ég steig á hana og flaug út á brautinni. En
Ég náði mér inn á brautin náttúrulega var á undan þeim sem ég var að keppa við. Voru menn heldur að kasta þessu viljandi eða? Ég var grunum það. Já. En ég var svo brjálaður að ég náði mér inn á brautin náttúrulega og var löng á undan mannum sem ég var að keppa við. Það döði ekki til að ná þér Ég hefði malað þetta annars. Já. En þetta skeði líka fyrir norðan. Þegar við komum norður. Hefði ég annað skipti sem við komum norður. Þá var ég að keppa við norðanmann. Og æfingunni daginn fyrir. Þá var einn góður sem tók karmelubréf og sett inn á. Og ég stakst á hausum sér að helja mig skurð. Og ég held að ég myndi ekki geta keppt meira. Ég hljóp nú samt. En voru einhverjir styrkir til ykkar afreksmannanna? Eða bara... Nei. Þið þurftu að standa straum að þessu sjálfur. Og við þurftum að berjast fyrir því að slökkviliðið fengi að sprauta tjörnina. Það var maðurinn sem heitir Þorsteinn Einarsson, hann var íþróttafulltrúi ríkisins. Hann sagði opinberlega, skautaíþróttin er hættuleg, farðu heldur að dansa. Og IBR tók mark á honum og hætti að biðja slökkviliðið að sprauta. Þannig við fórum að gera það sjálfur. Var það þá til að þykja ísinn? Þeir fá hann til að, eins og það, rykir og skorurnar. Já. Til að fá hann sléttan. Já. Já, þið fóruð í slökkvilið og báðuð þá? Já. Ekki að þið ætlaði að sprauta sjálfur, eða? Við hjálpuðum til við það, en þeir sköffuðu græðirnar. Já. Hvernig voru brautirnar undirbúnar? Þurftu að skafa þetta niður eða? Það var að snjór, hann var alltaf skaðið. Annars var sprautað stórt svæði og síðan var það mælt upp. Og lokin voru það var sprautað yfir og svo gengum menn og eftir með stóran dúk og drógu eftir brautunum til að slétta þær. Það dugði það alltaf til, var þetta ekki stundum pínu ójafnt? Nei, þetta dugði ekki til, þetta var eins og Normann sagði, þið fáið aldrei Normann út á þetta svell. Nei. Hann fór aldrei út á það. En gæti ekki verið svolítið erfitt þá ef að kom allt í einu þíða og hlýindi ef að það Jú, var góða mót? Það var erfitt. Knattspyrnuferli Þorsteins lauk snemma eftir atvik í leik gegn KR á Melavellinum. Og þá voru þið félagsbróðurinn. Hún fann sig of ágengur við mörkin. Þannig að hann gekk fram fyrir mig og setti olnbogann upp með og braut í með tennurnar. Jæja. Það fólið. Já. Þeir gerðu allt til að vinna. Já. Káringarnir. Káringar Káringarnir. það, já. Fannst þið þá kannski meiri rígur á milli KR og ykkar út af Skautunum. Já, út af skautunum? Já, það var mjög líklegt. Mér finnst þess að gerðu allt til þess að meiða mig. Já. Heldur þú kannski, af því að núna voru fleiri félög stofnuð þetta leyti í Reykjavík sem að dó út strax. Já. Þróttu lifði, hvað heldur að hafi hjálpað félagin að? Bara samhællin. Meðan fólksins í hverfunum. Og Dóri var svo vinsæll. Já. Og Jósefína. Að það veit allt fyrir að gera.